Komið sæl og velkomin í Öryrkjaráðið. Ég heiti María Pétursdóttir og verð með ykkur næsta hálftímann ásamt tveimur góðum gestum. En það hún Þuríður Harpa Sigurðardóttir, formaður Öryrkjabandalags Íslands og Bergþór Heimir Þórðarson, varaformaður Öryrkjabandalagsins, nýkjörinn. Velkomin, bæði tvö. Takk fyrir. Og þú ert nýtekin við sem varaformaður, Bergþór. Þannig að þú ert svolítið búin að vera í kjarahópnum og tekið með nýju hlutverki þannig innan Öryrkjabandalagsins. Jú, svona líka hressilega. Það töluverður munur á þessum tveimur hlutverkum sem ég ennþá að kynnast. Það núna komin réttum mánuður síðan að ég kjörinn varaformaður og það bara tekur smá tíma að komast í rétta gírinn í nýju hlutverki. En ég ætla kannski að fá að spjalla við ykkur aðeins það sem hefur verið svona í umræðan undanfæri. Öryrkjabandalagið sendi frá sér myndband sem að vakti kannski svolítið athygli, en kannski meiri athygli núna aðeins seinna. Það er svokallað kökumyndband. Það sem svona endurgert myndband eða spjallnabeðin þegar hann að skreita kökuna á sínum tíma. Þannig að þetta er svolítið svona vísun í skilaboð, hárbeitt skilaboð kannski beint til Bjarna. Hvernig, það er ekki nokkra vikur síðan að það var sent út upphaflega, Þuríður? Jú, þetta myndband kom út bara í byrjun október hjá okkur. Já. Og þetta er auglýsing sem gengur ennþá og var birt bæði í blöðum og á strætóskýlum og sko í sjónvarpi. Og við höfum auðvitað birt auglýsingar undanfarin ár þar sem við erum að beina orðum okkar til Bjarna, Katrínar og Ásmundar eða Sigurðar Inga. Og við höfum svo sem ekki fengið miklar, viðbrögðin hafa ekki verið með mikið, allavega ekki frá þeim sjálfum, en þetta er svona fyrsta skipti sem við fáum þessi viðbrögð frá fjármálaráðherra og ég hefði auðvitað kosið að þau hefðu komið fram kannski annars staðar, okkur hefði verið boðið að funda þess að ræða þessum mál eða eitthvað slíkt. En þannig að það kom mér á óvart að viðbrögðin skyldi vera með þessum hætti. Að hann kaus að svara okkur svona eiginlega á þennan hátt sem hann gerði. Hann í rauninni svarar með því að skrifa, leggja fram minnisblað á ríkisstjórnarfundi og svara með einhverjum svona Facebook-pósti. Já, hann leggur til þetta minnisblað og við óskuðum strax eftir því að fá að sjá minnisblaðið og það fengum við nú ekki fyrir daginn eftir að hann svarar okkur á Facebook-færslunni eða 20 setna sem fengum minnisblaðið. Og þar kemur náttúrulega í ljós að hann setur alla lífeyrisþega sem eiginlega bara, alla lífeyrisþega saman í einn hóp og skýrir þetta nánast eiginlega bara öryrkja. Að þeim að fylgja svo uppbúslega. Og bendir á þarna að 25% af þjóðar kökunni eða framleiðslunni fari bara beint inn í þennan málaflokk. Og að við höfum haft að kjör öryrkja hafi batnað eða kaupmáttur svo mikið. Og biður okkur svo í framhaldi af því að útskýra eða skorar okkur segja sér hvenær kaupmáttur hafi verið betri heldur en á þeim tíma sem hann valdi þarna síðustu 8 ár og það er svo tími sem hann hefur verið í ríkisstjórn og við sáum það að það voru eiginlega öll tímabil þar á undan. Það sem að kaupmáttaraukning og kjör öryrkja hefði verið betri. Og þannig að þetta var svona innleggi í okkur þessa umræðu sem var núna og var bara mjög gott að fá þetta svona fram í dagsljósið og fá þessa umræðu og umræða er alltaf af henni góða og samtalið á að eiga sér þetta stað svona kannski meira í návígi en var þarna dálítið svona opinberum vettvangi.
Mér finnst mjög athyglisvert líka að skoða svona, þú veist, bara viðbrögðin sem að hann fékk við hennar status á sinni Facebook-síðu. Ég held að séu 2 sem ég gat séð. Ég svo sem kannski hef ekki skoðað alveg allt, en það voru einhverju örfáir sem að voru svona, já, rétt hjá þér Bjarni. Og svo voru bara runnan af sko öryrkjum að í rauninni að svara og reyna að leiðrétta þessi. Já, sko eins og þetta lítur út fyrir okkur í dag sem að erum bara hérna út í samfélaginu, að þá finnst manni eins og fjármálaráðherra sé í litlum eða engum tengslum við fólkið í landinu, fólki sem að kannski er á lægstu laununum og hérna lægri tekjutíundunum og þeim sem eru eru á örorkulífeyri. Já. Lítil tengsla og lítil skilning og hérna samanborið, sko, ef við horfum á hans helstu áherslumál að fólk bara verði metið inn á örorku svona í gegnum nýtt kerfi sem að eins og hann sagði starfshæfnismat. Og við erum að horfa til þess sem fólk getur en ekki þess sem að getur ekki. En leið þá náttúrulega er það mjög öfugsnúið. Auðvitað viljum við horfa á getu fólks en ekki vangetu. En það er bara þannig í dag að fólk hefur engin tækifæri til þess eða fá tækifæri til þess að nýta getu sína. Og það er bara hefði átt að vera verkefni stjórnvalda að sjá til þess að fólk hefði til dæmis aðgang að atvinnumarkaði í gegnum okkur hlutastörf og viðeigandi aðlögun á vinnustað og ýmislegt fleira sem að stjórnvöld hefði getað beitt sér til að bæta og hag öryrkja þannig að þeir hefðu meiri möguleika á að sækja sér bæta kjör sín sjálfir og og þá hefði náttúrulega þurft að draga úr tekjuskerðingum. Þannig að þessi umræða sem að Bjarni sett af stað, hún var nú eiginlega bara mjög öfug. Já, það svona vekur svolítið athygli að hann skuli sko snúa þessu upp í það líka að gera sko öryrkjabandalagið hálfpartinn ábyrgt fyrir því hversu margir fari á örorku. Mér finnst það bara eitt og sér fyrir utan það að þetta ekki rétt hjá honum. Fjöldin og allt þetta er bara rangfærslur. En samt að sko gera öryrkjabandalagið ábyrgt fyrir því sem að stjórnvöld ættu að vera vinni í. Eins og þetta með vinnumarkaðinn og annað. Já, hann talaði að við ættum að hafa sko sæta furðu ef við myndum ekki deila áhyggjum fjölgun öryrkja og við náttúrulega svörum því bara en á hinn bóginn þá höfum við alveg miklar áhyggjur af fjölgun þeirra sem að þurfa að fara og leita sér endurhæfingarúrræða eða leita endurhæfingar. Þar erum við að sjá til dæmis konur miklu meirihluta sem að koma inn sem að eru í börnáti eða í kulnun. Eru komin með mikinn stoðkerfisvanda. Við erum að sjá þetta konur á lágum launum sem eru oft einstæðar mæður búin að vera í erfiðri vinnu og í erfiðu lífi í áratugi. Og svo horfum við líka núna fram á það að fólki sem hefur verið að veikjast af veirunni, að við sjáum að það er mikil aukning á þörf fyrir endurhæfingu sem þessi hópur fer inn í og við erum heldur ekkert búin að sjá hvernig fólk fer út úr veirunni, hvort það nær heilsu yfir höfuð. Þannig ég held að eins og í okkar samfélagi dag þá er þörf fyrir endurhæfingar úrræði sem að virka að vera í lagi. Það er það sem við þurfum að sem þarf að taka algjörlega til skoðunar og gera einhverja bragarbót í. Svo er náttúrulega kannski annar hópur eftir þessa veiru sem að maður svona óneitanlega hefur áhyggjur af og það er fólki sem kannski mun vera lengi á atvinnuleysisbótum og fer smám saman að missa starfsgetu sína eða starfsþrótt sinna því nú er það alveg held ég alveg vita að það geti gerst þegar fólk er lengi atvinnulaust. Já, það er náttúrulega vísindalega rannsakað að fólk sem er lengi atvinnulaust og er lengi á kannski
atvinnuleysisbótum sem duga ekki til framfærslu og þannig að fólk stanslaust með fjárhagsáætlun, fjárhagsáhyggjur, og það séum við líka hjá örorkulífeyrisþegum, að fjárhagsáhyggjur þær draga úr bara, hvað ég segja, getur fólks til þess að fá heilsu, að hafa heilsu. Já, bara heilsuskemmandi. Heilsuskemmandi, já. Bergþór, nú hefur þú verið þarna sem formaður kjarahóps Öryrkjabandalagsins. Þið hafið látið líka skoða tekjurnar dálítið vel eða ekki og þessar upplýsingar sem að Bjarni einmitt fer með, þið náttúrulega þekki það alveg að þetta svart á hvítu bara ekki réttar upp tölur, ekki réttar upplýsingar eða ekki. Þetta snýr náttúrulega rosalega mikið að því frá hvaða sjónarhóli maður horfir á þetta. Frá sjónarhóli einstaklingsins, þá þetta bara kolrangt. Öryrki sem hefur ekkert annað heldur en örorkugreiðslur hefur án nokkurs vafa dregist aftur úr og hefur verið að dragast aftur úr stöðugt frá því núverandi regla hvernig á að hækka upphæðir í almannatryggingu var tekin upp. Það eru örfáar undantekningar á þessum, hvað núna, 23-24 árum sem að hækkun almannatrygginga hefur verið raunverulega í samræmi við hækkanir í þjóðfélaginu. Það hins vegar alveg rétt svo sem að málaflokkurinn almannatryggingar og velferðarmál tekur stærri bita, en ástæðan ekki fjölgun öryrkja eða hvað öryrkjar eru heimtufrekir. Ástæðan kemur til að stórleiti vegna hækkana og fjölgunar aldraðra og hækkana og breytingar sem varða á kerfinu hjá þeim þegar öryrkjar voru skildir eftir. Og maður sér það ef maður skoðar söguna eftir í tíman að 2013, einmitt í byrjun þessa tímabil sem að fjármálaráðherra vísa til, þá eru útgjöld fyrir flokkinn fatlaðir og öryrkja og fatlaðir fólks og útgjöldin í málinu aldraðra, þau eru hnífjöfn. Núna 8 árum seinna þá eru útgjöldin til aldraðra alveg það bil þriðjungi hærri heldur en útgjöldin til örorku, sem segir okkur að meirihlutin af aukningunni þar en ekki hjá öryrkjum. Eins og þú sagðir sjálf rétt áðan með fjölgun öryrkja, við vitum það líka, það bara ekki rétt. Það sem að Bjarni gerir hins vegar, hann til þess að blása upp töluna og sýna hvað við erum rosalega mikil byrði, þá tekur hann fyrstulega talar um allan málaflokkinn og segir þessi fjölgun öryrkja kenna, vorum að tala um að það ekki. Í öðru lagi þá telur hann saman almenn örorkumat, 75% örorkumat, alla örorkustyrkþega, það að segja það sem er með 50% örorkumat, og alla endurhæfingu og segir, sjáu hvað það búið fjölg mikið þarna. Þegar rétta að ekki bara hefur öryrkjum, fólk með 75% örorkumat, ekki fjölgað, heldur hefur þeim bókstaflega fækkað allavega síðustu 2 ár. Og það ekki bara að tala um hlutfall af mannfjölda, heldur að tala um absolutt talan hefur lækkað. Heildartalan, já. Heildartalan. Hins vegar hefur orðið mikil aukning af fólki inn á endurhæfingu. Og ég myndi telja að það væri reyndar bara jákvætt. Að fólk eins og þeir eru að tala um konur á miðjum aldri sem að lenda í kulnun, og reyndar bara allir aðrir sem lenda í kulnun, því að það fólk á öllum aldri lenda þar, að sækja sér aðstoðar. Það búið að vera að tala meira um það og kulnun ástand sem hægt að endurhæfa með réttum, í flestum tilvikum, með réttum aðferðum, og þess vegna myndi til að vera jákvætt að vera með fjölgun og endurhæfingarlífeyri meðan þau eru að fara í gegnum með endurhæfingarferli. Já, kannski svo lengi sem vinnumarkaðurinn sé ekki sami vinnumarkaðurinn og spýti þeim út, sko. Eins og ég veit Drífa Snædalegur minnst á þetta, sko. Vinnumarkaðurinn, það þarf náttúrulega eitthvað að gera þannig að fólk verði ekki fyrir kulnun líka. Trekk í trekk, hann þarf að vera einhvern veginn svona mannlegri.
Algjörlega, en það sem líka sérstætt, og við tókum það fyrir í okkar svæði, það sem líka rosalega sérstætt að hann talar að þessi málaflokkur hafa verið að taka 14–15% af fjárlögum síðustu ár, en núna taka hann allt í 25%. Já. Það ekki af því að við erum allt í búin að stökkva upp næstu í 10% í kostnaði, það af því að tekinar lækkuðu. Það þýðir þá líka að hlutfallið sem fer til heilbrigðismála fóru, hlutfallið sem fór í alla flokka fór upp. Þannig að þetta í rauninni alveg rosalegur útúrsnúningur. Ekkert smá, og það og þess vegna var líka svo ánægilegt í rauninni, ég gat ekki fullyrt það fyrirfram, en það var mjög ánægilegt þegar útreikningarnir komu í hús að þeir næstu því alla hópa öryrkja. Þá væri skal ég segja þér, fyrir næstu alla hópa öryrkja væri kaupmáttaraukningin meiri á basically hvaða tímabili sem frá 97 til 2011. Eða hvaða 8 ára tímabili sem Þannig að þetta bara, ég velti fyrir mér Þuríður, af því nú alltaf verið að tala líka falsfréttir og eitthvað svona, að mér finnst einhvern veginn ítrekað við séum að horfa á þingmenn vera að fara með fleipur öryrkja, málefni öryrkja, bæði í pontu Alþingis og svo núna eins og þarna bara í minnisblaði til ríkisstjórnarinnar. Og maður einhvern veginn hugsa, ekki hægt að gera eitthvað í þessu, þú veist, ekki hægt að banna þá einhvern veginn eða sekta þingmenn fyrir að fara með rangar staðreyndir, af því ég meina, þetta ekki skaðlegt? Myndirðu ekki til þetta vera skaðlegt? Jú, þetta mjög skaðlegt og sérstaklega í ljósi þessa að við erum stanslaust að benda á að það þurfa að breyta viðhorfum gagnvart fatlaðu fólki og það þurfa að gefa fólki, öllu fólki tækifæri og við séum margbreytileg í samfélaginu og eigum öll að eiga rétt á að hafa svona mannsæmandi líf. Og við höfum talsvert mikið rætt þetta við þingmenn líka. Við höfum gefið út auglýsingar, eins og síðasta ár þá fórum við auglýsingaherferðina þér ekki boðið, eða ekki boðið. Og við höfum gert ýmislegt til svona reyna að draga svona fram í dagsljósi að fólk sem lendir í veikindum og áföllum í lífinu, veikindum að slysum, að það með ekki setja það bara einhvern veginn út á kaldan klaka og kalla það einhverja aumingi sem liggi upp á kerfinu. Ljúga upp á fólk sem varnarlaust og í veikri stöðu, einhverja ennþá verri stöðu. Og það er svona bara mikil vonbrigði að fjármálaráðherra skuli koma fram með þessum hætti. Og það er ekkert að lesa neitt annað út úr hans orðum heldur en beinlínis að hann sé að búa til andúð í garð þessa hóp sem að síst skildi. Og við skulum bara halda því til haga að öryrkjar fara ekki og semja við verkalýðsfélögin sín kjör. Heldur það ríkisstjórnir hvers tíma sem að tekur ákvarðanir kjör öryrkja og við því miður erum í afskaplega veikri stöðu til þess að fara fram á hækkun örorkulífeyris eða nokkurs annars vegna þess að við getum ekki beitt einhverjum verkfallsaðgerðum eða eina sem við getum gert er að höfða til réttlætiskenndar og siðferðiskenndar hverja stjórnar hvers tíma. Og mér finnst að það skortir dálítið upp á að við fáum þá áheyrn og njótum þeirra svona, þess að stjórnmálamenn þeir eiginlega bara skulda okkur að skoða okkar mál dálítið ofan í kjölinn og í staðan fyrir að koma alltaf með einhverja möntru eða mýtu það að okkur sé að fjölga svo mikið og þurfa að gera svo eitthvað til þess að sporna af því að við sem að vera alltaf mörg sem að vera með örorkulífeyriskerfinu að þá væri næra svona að horfa til þeirra þátta sem að gætu virkilega hjálpað fötluðu og fólki til þess að svona bæta hag sinn og öðlast svona einhverja betri
eitthvað betra líf og við eins og bara allir aðrir í þessu samfélagi eigum að njóta mannvirðingar og það er náttúrulega, eins og þú sagðir, það er bara mjög slæmt ef að stjórnmálamenn koma fram í pontu eða á opinberum vettvangi á þann hátt, á þann máta að sé beinlínis að skaða þennan hóp með gali. Hvað sér það er alveg ljóst, tveir punktar hvað þetta varðar. Fyrsta lagi þá fyrir það byrja árið síðan var kjarahópurinn með málþing. Þar sem við settum svolítið fókusin á því hvernig fordómar í garð öryrkja og fatlaðs fólks að vinna gegn kjarabótum til hópsins. Ég tók að mér að vera þar með erindi bara orðræðuna í garð öryrkja og lagðist í heilmikla rannsóknarvinnu þar og þar var fyrir utan að rekast á óþægilega margar athugasemdir eða greinar og annað þar sem var verið að skipta öryrkjum upp í tvennt, annars vegar öryrkja og hins vegar alvöru öryrkja og annað með því. Þá eitt af því sem mér þótti mjög áhugavert, það var að rekast á viðtal við verkefnastjóra hjá Tryggingastofnun sem nafnið reyndar því miður stolið úr mér akkurat núna, en hún endar viðtalið bara á einfaldri fullyrðingu. Það er engin öryrki án þess að þurfa að vera öryrki. Það er ekkert okkar velur þetta hlutskipti í lífinu að vera öryrki. Og það er eitthvað sem verður að koma inn hjá stjórnmálafólki, að við erum ekki bara rauðar tölur í Excel-skjali. Við erum fólk sem erum á bakvið og við þurfum ákveðna framfærslu til þess að geta framfært okkur sem að öryrki ekki að fá í dag. Og öll þessi mantra hvað við erum mikil byrði og hvað við erum mikil kostnaður, hún á heldur en ekki rétt á sér því að á meðan að stjórnvöld gera lítið sem ekkert til þess að hjálpa öryrkjum út á vinnumarkaðinn aftur. Skerðingarnir eru of miklar. Það er skert frá fyrstu krónu, fólk þorir ekki að fara að vinna og fyrsta skrefið væri náttúrulega bara að hækka lífeyrinn og draga skerðingum. Já, en svo er annað í þessu líka sem að mest allt og oft gleymast að það er stór, ég meina þetta er ekki bara fólk sem að er að taka frá ríkinu, ég meina við erum með alveg rosalega stórt hlutfall vinnandi öryrkja líka, þrátt fyrir allar þessar skerðingar. Þannig að hvað, í prósentum? Ég man ekki alveg prósentum hvort það var 30% eða 9%. Já, það var eitthvað slíkt sko, en það er 5.800 mann sem eru vinnandi. Af þeim er 40% af þeim hópi er fullvinnandi. Já. Það er ekki ánægtin framfærslu frá TR. Þannig að þó að þeir séu skráðir náttúrulega í kerfinu og þú ætlar að fletta upp einhverju statistík, þá eru þeir skráðir öryrkjar en þeir eru rauninni fullri vinnu. Já, þetta sýnir sig að þrátt fyrir bara hvernig fólki sem er einmitt með örorkumat hefur gert gríðarlega erfitt fyrir að komast einhvern veginn af út af atvinnumarkaði, þá eru samt allir þessir. Það er eiginlega bara lygilegt sko. Það er eiginlega bara ótrúlegt og það sýnir bara hvað við erum, að upplagi er bara fólk ábærslega duglegt og þess að getur bjarga sér. Ég held að það finnist varla sá öryrki sem vill ekki vinna, sem finnst þetta bara gott og fínt að vera en ekki gera neitt. Það eru mjög fáir. Ég held að það séu svona tímabil náttúrulega þegar einhver er búinn að vera að glíma við veikindi. Ég man eins og þegar ég átti erfitt með að sleppa fyrst og var alltaf að vinna eitthvað, svo fannst mér rosalega gott að geta sleppt líka þegar ég í rauninni átti erfitt með að vinna. En svo kemur aftur tímabil þar sem mann langar að fara að vinna og gera eitthvað. Þannig að ég held að þetta gangi rosalega í bylgjum með fólki. Og það að hafa örorkumati, það er svo mikið fyrir marga. Ég þekki eina sem er bara búin að vinna fulla vinnu í mörg ár
En hún hefur alltaf örorkumatið ef hún skildi þetta út sem hún getur hæglega gert. Já, þetta á að vera þetta þannig að fólk svona geti einmitt verið í skjólinu þegar það þarf á því að halda. Hefnist ekki fyrir það og ef þú farið vinnu að þú getur þá verið í vinnu, en svo ef þú lendir í þeim aðstæður að bara getur ekki unnið, þá getur þú farið tilbaka inn í örorkuna. Og það nefnilega að því við erum að tala öryrkja og svo endurhæfingarlífeyrisþega og fólk sem fer að endurhæfingu og endurhæfingarlífeyrisþega, það fólk sem annaðhvort skilvindað inn á vinnumarkaðan aftur eða inn í örorkukerfi, vegna þess að þá bara búið, það útséð að það nái heilsu eða færni til þess að geta stunda fulla vinnu. Og þá þurfum við að hafa kerfi sem að grípur okkur og getur aðstoða okkur og þetta auðvitað að stærstum hluta þeir sem eru á örorkulífeyri í dag og endurhæfingarlífeyri fólk sem búið að vinna mjög, jafnvel bara áratugi og hefur borgað sína skatta og skyldur inn í okkar samfélag í þeirri trú að þegar eitthvað gerist og ef eitthvað gerist sem festir svona reikna með allir farið í staðinni inn í sitt vinnulíf að það komi aldrei neitt fyrir það. En ef eitthvað gerist þá sé allavega erum við búin að tryggja það með að borga alltaf ákveðin hluta af laununum okkur inn í ákveðna sektora eða inn í ákveðin svið að þá munu við vera gripin þegar við þurfum á því að halda. Það eins og alveg ljóst í dag að eftir að síðustu kreppu að við hefum engan veginn á það rétt á kútnum og við horfum á bara þessar stoðir sem við höfum þurft að sjá verða styrktar verulega hafa verið bara svona sveltar og við sjáum eins og bara heilbrigðisstofan okkar, það sem komið í ljós núna bara eitt af mikilvægasta fyrir okkur öll í landinu að sé í lagi, í þessu COVID ástandi sem búið að vera, það búið að draga fram dagsljós hversu mikils virði það að hafa heilbrigðiskerfi sem það í lagi. Og það sjáum við það að það bara stendur á brauðfótum, þar náttúrulega Það bara óframdir ástand, þess að orðið koma, menn fólk sem þar í vinnu, það hleypur alltaf hraðar og við náttúrulega að reyna að sporna við því að fólk lendi í kulnun eða örmagnist í vinnu. Þarna erum við að sjá hættumerki alls staðar. Þannig að það orðið svo mikilvægt að stjórnvöld beiti sig að innviðum sem eru í þágu fólksins sjálfs, ekki steinsteypunar, heldur bara hvernig getum við bætt það sem hefur afvega farið í undanfarni kreppu og við fáum núna aðra kreppu sem að, kemur þetta til með að svelta þessar stóður okkur enn frekar, við erum að tala félagslegu stóðuna, heilbrigðiskerfið og svo menntakerfið, við erum að tala bara velferð einstaklinga og landsins. Ég held einmitt að hinni ætluðu fjölgun öryrkja, sem eins og við erum búin að segja, ekki til staðar, ekki eins og henni verður ekki mætt með því að svelta öryrkja. Henni verður ekki mætt með því að breyta örorkumatinu. Henni verður mætt eingöngu með því, eins og Þuríður segir, að bæta heilbrigðiskerfið og ég held að við þurfum bara heilstæða hugarfarsbreytingu í öllu samfélaginu að fjölgun öryrkja verður ekki mætt með öðru heldur en því að koma við eftir aðstæðunar sem að búa til öryrkja vegna álags. Nú er ég ekki að tala slys, alltaf ekki í flestum tilvikum. Ég er ekki að tala sjúkdóma sem að spyr ég ekki hverju þú ert, þetta bara koma þér. Ég er að tala álagssjúkdóma og álags áhrif. Því verður ekki mætt nema það sé tekið inn í miklu fyrr og til þess, og þegar ég segir miklu fyrr þá er ég að tala grunnskóla. Ég hugsa að það þurfi strax þar að vera að taka inn í og reyna að vinna því að draga úr þessu álagi og stöðu þar fram eftir. Og það er ekki eitthvað sem gerist með einu pennastriki í lögum. Það er bara að mæta foreldrum, að mæta aðstandandi fatlaðs fólk sem er að taka á sig mjög auknar álögur. Það er allir í sínu starfi og í sínum fjölskyldum og sinna sínu daglegu og lenda svo í því að taka á sig miklu meiri, hvað við segja,
miklu meira álag vegna þess að það er sinnum sína ástvinni sem eru kannski fatlaðir eða veikir og fólk fær ekki fyrir það. Nei. Það er bara viðkvæmt. Það er líka þekkt að brenna út á heimili sínu. Já. Það er líka mjög alvarlegt mál að núna loksins, við sáum það, við erum stöðugt að vísa í síðasta bankahrunið. Það sem við sáum alveg, það var mikill vandi sem var til þess að fólk fór á örorku, mistið þetta aftur út af vinnumarkaði og leið aftur út af vinnumarkaði. Það sama er líklegt sem gerist núna eins og við erum búin að tala og það er mjög alvarlegt mál að ég tel að loksins var samþykkt að fella þjónustu sjálfstætt-starfandi sálfræðinga undir greiðsluþátttökukerfið og svo á þess að fjármagna það. Nei, einmitt. En þarna er ég að tala um þetta breytta hugafar að sjálfsögðu á að fjármagna það strax og það var að setja vel ríflega í það svo að það kerfi geti tekið á móti öllu láglaunafólkinu og öllu fólkinu sem mistið vinnu og atvinnuleysisbótum til þess að byggja það upp og minnka líkunar að það eigi aldrei aftur gengt út á vinnumarkaði. Þannig að það er svona eins og sé ykkur svona líka rosalega skammsýni nefnilega í hugsuninu oft sko. Við þurfum að hugsa núna miklu sko meira fram á veginn. Já. Hvaða, eins og við verða svona tísku fyrirbrigði að segja sko, hvaða samfélag viljum við að rísa upp úr COVID en við þurfum að horfa ekki bara horfa í dagsins-spegilinn sko, hvað gerist í gær og hvað gerist í dag, heldur bara hvað gerist á morgun, næstu mánuði og næstu ár. Já, hvernig ætlum við að mæta? Þetta er næstu 10 ár. Nú erum við með einmitt gott svona vjú á sko, hvað gerðist þannig eftir 10 árin og eftir bankahruninu, þannig að það er líka gott að bara einmitt horfa til næsta áratugar í rauninni eftir þessa kreppu. En segið mér eitt að lokum með Þuríður kannski, hafið þið heyrt hafa komið einhver viðbrögð á þessu umræðu og þetta minnisblað frá öðrum í ríkisstjórninni? Hefur einhver brugðist við þessu? Já, Logi brást við þessu, hann er alltaf ekki í ríkisstjórninni. Nei, engum í ríkisstjórninni sjálfri. Nei. Engin viðbrögð frá neinum í ríkisstjórninni. Ekki heilbrigðisráðherra eða félagsmálaráðherra eða neinum? Nei, ekki neitt. Það eru eins og Þuríður segir nokkrir úr stjórnarráðstöðuna sem hafa brugðist við. Logi formaður Samfylkingar brást við þessu, Björn Leví brást við þessu með grein í Kakan er lygi sem að leikja unnendur munu líklega kannast við þá áratiltæki. En hittir vel á. Björn Leví í sinni grein þá kemur hann með útreikninga sem hann ber saman hækkanir verðbólgu og launa frá 97. Og í saman hans útreikningum þá vantar núna 56% upp á örgu til þess að laun almannatryggingar hefur hækkað eins mikið hækkari. En nei, mann saknaði þess að sjá einhverja fleiri úr ríkisstjórninni. Já, einhverja úr sjálfri ríkisstjórninni sem getur þá líka bara einmitt leiðrétt þetta. En það er allavega ekkert sem breytir þeirri staðreynd að eins og örorkulífeyririnn verður næstu áramót, þá er hann fjórðungi undir lágmarkslaunum. Og að síðustu ár, 2018 og 2019, þá hefur engin kaupmáttaraukning orðið. Þannig að það er alveg staðreynd. Þetta er bara alveg hreinar línur. Það þýðir sem að munurinn verður 86.000 krónur fyrir skatta og það munar allt hressilega 86.000 krónur fyrir öryrkja, fyrir hvert sem er. Já, heldur betur. Herðu, látum þetta vera lokaorðin. Við höldum þessu til haga og baráttan heldur áfram og vonandi heyrum við eitthvað frá öðrum í ríkisstjórninni líka varðandi þessi rangindi í rauninni. Þakka ykkur alveg innilega fyrir þetta. Takk fyrir. Takk fyrir. Og ég minni ykkur áhorfendur á síðun okkar Öryrkjaráðið ef þið vilja hafa samband eða koma ykkur á framfæri. Svo minni ég á í kvöld verður Rauða borðið á sínum stað klukkan 20:00. Takk.